sem sagt matreiðslu? Nei, hann víst bara lögfræðingur, matreiðslumeistari og já, og náttúrulega ekta skyr aðdáandi sem segir sér bara sjálft, bara blessaður erlendur, þú ert eitthvað meira, það þetta titla, þú ert leikari líka. Jú, leikari samt. Jú. Já, ég sá leik tilþrif hjá þér. Já, takk fyrir. Og þú ert með mjög sjarmerandi ensku og ég skildi hana. Thank you very much. Þannig að, já. Herðu, en skyrgerðin, við langar bara að búa hérna. Bara svona, mín fyrstu kynni þetta bara næstuðin eins og að hafa heitt konur mínu fyrst geti. Þetta dásamlegt hérna og það alveg hægt að búa hérna þegar við erum með gistingu líka. En þetta hús svo yndislegt að öllu leiti þar sem að þetta nú eitt af elstu húsunum hérna í Hveragerði og þetta fyrsta skyrgerð landsins. 1930 var byrjað að framleiða skyr hérna og jógurt í fyrsta skipti á Íslandi sem var kallað heilsumjólk. Og skyrgerða fólki bjó hérna fyrir ofan sem núna gisting. Já. Við höfum tekið, það var skyrgerð hérna frá 1930 til 1938 og núna eftir áramót þá ákveðum við að finna hjartað í húsinu aftur og láta það tifa. Algjör staðið sko. Og hvað það sem að greip þig mitt að fara í þetta verkefni? Það var það að þegar ég labbaði hérna inn síðasta sumar sem afleysingakokkur og labbaði inn í þetta hús og þá segi ég eins og þú sagði ráðan, mann langar bara að búa hérna. Það svo mikil saga og góð tilfinning þegar maður kemur inn í húsið. Já, rosalega góð tilfinning. Og svo þegar ég heyrði söguna og ræddi við eigandann Elvu Dögg áhuga hennar á að viðhalda þessari sögu og að endurlífga skyrgerðina sjálfa. Það var eitthvað svona, já, við þurfum að gera það. Ég man því að tala við hann einmitt hérna fyrra, þá var hún að segja mér að hann langaði svo einmitt að fara að búa til skyr. Já. Og ég vil ná að selja skyr hér. Já. Og það það sem við erum byrjuð að gera. Já. Við ætlum að fara alla leið með þetta. Við ætlum að fá mjólkina frá Hvammi, síðasta kúabúinu hérna í Ölfusi. Já, síðasta kúabúið og til fyrirmyndabú. Já, dásamlegt sko. Og þar sækjum við mjólkina, komum við hana hérna inn og erum með sérútbúinn skyrgerðapott sem að við förum eftir öllum kúnstarinnar reglum til þess að búa til skýrið eins og það var gert í gamla dag. Það tekur 1 dag að búa til skýr í dag, en svo ég með uppskrift sem að var með uppskriftarbók frá 1943, fyrsta svona skýr uppskriftir sem ég fór að glugga í og það var svo skemmtilegt að sjá að já, þannig uppskriftin að skýri, nú verður gaman og ég fór að lesa hana og það voru 10 lítrar af mjólk og það voru 10 dropar af ostahleypi, 1 dropi fyrir hvert lítir og svo var skýr og ég bara, þarna stóð hnífurinn í kúnni. Þú þarft skyr til að búa til skyr. Það smá vandamál, sko. Þannig að ég þurfti að fara, þetta var svona eins og ekki og hænan, eins og maður segir, sko, hvort kom undan. Þannig að ég þurfti að fara aftur til ásins 1890, þar sem að mér var sagt nákvæmlega hvernig átt að gera þetta. Og það að taka 5 bolla volgri mjólk, fara út á engi á góðum sumardegi, setja bollana hér og þar engið í 2-3 tíma, taka síðan mjólkina inn, setja hann í stofuhita, láta hana gerjast þar yfir nótt í 12 tíma, svo finnur þú bragðið og lyktina, hvað er best, og það notaru sem byrjunina á skyrinu. Og þá tekur 6-8 mánuði að fá almennilegt skyr. Og svo notaru það skyr til að búa til skyr. Og við ætlum að gera það líka. Við ætlum meira sér að gera gamla misefnaða skyrið eins og sem að heitir, gengur þetta mörgu nöfnum en svona frægustu nöfnum eru graðhestaskyr og gellir. En í þeim tilvikum þá er mjólkin of heit þegar hleypirinn er settur úti eða of köld og þegar hún er of heit þá kornast hún upp og það var kallað graðhestaskyr. En hún gellir og þá var sagt að það væri svona kuldabragð eða svona draugaskyr. Og við ætlum að gera það líka þannig að við fóum að smakka svona já, þetta eru mismunandi skyrin því áður en skyrgerðin var sett upp 1930 þá voru skyr bara framleitt á hverjum bóndabæ fyrir sig og bóndabæir voru þekktir fyrir bestu skyrin eða vondu skyrin.
En það var byrjað að framleiða skyr hérna og það var bara almanna rómur það saman að hérna væri bara framleitt skyr eins og bestu bóndabæjum. Og menn geymdu þetta í hatti meðal annars og skemmtilegt. Já, þetta var eins og þegar ég var lítill drengur í Hóngarðinu og var sendur út í búð að kaupa skyr og þá bendi maður bara á og sagði 100 grömmar skyri og það var bara skorið eins og það væri með svona þykkan geitaost og þá bara pakkað inn í smjörpapír og þetta var svona, eins og maður sagði óétandi að þetta var svo þurrt og súrt og svo setti maður sykur og mjólk og rjóma þegar maður kom heim og ræri það upp. Við ætlum að gera það líka. Ég man ennþá eftir þessu þegar ég var lítið stelpa vestur á fjörðum og þá var ennþá einmitt verið að setja þetta í bréfið sko. Þá var þetta ekki komið í neinar dollur eða neitt eins og þetta í dag sko. Einhver svona plastdollur. Þetta var ekkert flókið, það var bara mjólkin eða rjómin og svo sykur. Nákvæmlega. Ég er alltaf ungur hérna. Já, þú nær þessi En já, þetta er skemmtilegt og ætlið að vinna með þetta svona eins og þetta var svona í upphafið, ætlið að bradbæta eitthvað eins og verið að gera við skyr í dag eða? Við erum náttúrulega að leika okkur mikið með það hérna, að við erum náttúrulega með veitingahús hérna líka í skyrgerðinni sem að staðsett akkurat veitingasalurinn okkar það sem skyrgerðin var og svo erum við gistingu það sem að skyrgerða fólki bjó og við tókum allt eldhúsið og margt hérna inn í þinghúsinu líka og breyttu því hérna eftir áramót og fekk hérna sérsmíðaðan kólagrilsopp frá Spáni og var í löngum viðræðum við kjötframleiðendur hérna að fá hótelegnar lengra skornar svo að það færi svona niður á rifin og það var líka þægilega að grilla þetta var ekki svona eins og gúlaspítanir sem maður kaupir sem eru þetta ásanlega líka sko en núna erum við að grilla silung frá Laugavatni og velferðarkjúkling og allt svona, við erum að hafa þetta allt hérna í nánasta umhverfi og reyna sem fest og mikið og þegar maður svona gott og fest ráfni þá þarf svo lítið að eiga við það en við leikum okkur mikið með skyrið, við erum með skyrkoktela og mikið skyrsósum og súpa dagsins hjá okkur alltaf vegansúpa en svo erum við alls konar prótein til að setja á og það alltaf svona skyrsósa líka til að setja á sko. En svo ég sá gamlar uppskriftir að kjötsúpu og þá var mjög algengt að setja skyr út í kjötsúpunar. Já. Bara slettu að skyri bara svona auka prótein að því að vantaði prótein í kjötsúpu. Já, ok, ég hef gert það þér. Ég held að hún hefði verið mjög góð sko. Og núna erum við að leika okkur líka eins og ég kom með hérna smá sýnisótt til okkur að smaka. Ég spenntur að smaka þetta. Hvað í með hérna? Þú ert með smá móla þarna af svona ekta vel síðu bókaskýri sem að þú getur eiginlega tekið með puttunum að þetta svona súrt og þurrt eins og maður segir en þetta bara grunnurinn. Svo ertu með í hinubóksinu þá ertu með diskóskýrið mitt. Já. Diskóskýr? Já, þá tökum við tökum skýr, bara svona velnett ráttskýr og tökum læmsáfa, ferska læmsáfa og setjum börkin líka út í og svo rásikur út í það en svo blöndum við saman með það mango, glitter, vodka, snafs. Já. Það sósan á. Nú skeiðin alveg verið tilbúin. Já, þú satt með takum skeiðina. Svo erum við með skýr margarítur hérna líka sko og eins og við segjum sko þegar við föttum það við getum blandað smá alkohóli við skýrið þá vissum við það að voru búið að bjarga morgunmannum en endilega smaka þetta náttúrulega, þetta verður flott fyrir mann að vakna við þetta eða ekki? Jú. Þannig að ef ég verð þreyttur það þarf aldrei að kvíða morgundeginu að fyrir Herru, þetta svona svakalega gott Herru, ég veit ekki hvort ég næði að einbeita mér að taka viðtal við því hérna þegar maður að borða þetta Nei, blessa að borða þetta ég skal bara tala sjálfa mér Já, það ekki? En hérna, svona ef þú horfir, þú ert með þetta fína safn hérna bakvið líka Já. Og það eru svona, vantar ekki bara belju hérna í lokin og þá er þetta bara komið Það mitt enda punkturinn á þetta sem við vorum ekki að tala um það að þú kæmið með Jú, hann er búin að segja frá því hérna í beinni Já, það var í dása Komum við eina bara og ég verð bara hérna í beinni hérna Sportáttunum verður frá mér sér Þannig er það En hérna, þetta er alveg ótrúlega gott Erlendur og ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þessu og ég sé það að ég á aldrei eftir að geta toppað þó ég taki beint úr tankinum og reyna að malla eitthvað handa konunni því að hún er alveg himinn sæl Já, það gleðið Það er eins og ég nefndi hérna, eins og við sjáum hérna við hliðina á okkur þá erum við með 3 bjórdælur hérna inn í þinghúsinu og 9 barnum okkar
og það er lagur og það er klassík, en svo erum við með eina sem er mert skýrgerðina, því þegar við fáum mjólkina frá Hvammi og þá ætlum við svona í fyrstu 2-3 dagana á meðan hún er sem ferskust að bjóða upp á ískalda sveitamjólk beint af krana, og svo ætlum við að búa til einhverja skemmtilega drykki úr misu og skýri þess að hafa bara á krana. Það er ekki hver sem er að gera það? Nei. Þessu ekki, ég er bara dottin út. Já, ég veit að þú er bara dottin út. Komin í disku. Algjörlega. Alveg tilbúin, sko. Algjörlega. Ég get bara gift mig núna. Já. En þetta er, eins og segir, þetta er alveg algjörst æði þetta hús, og gaman líka að það sé að vera svona að vekja upp svona þennan gamla tíma. Já. Og líka, ljós og annað sem búið að safna hérna inn sem að er bara svona gamli tíminn. Já. Hvernig er með svona fólk sem vil koma hérna? Er þetta pantanir eða bara kemur, þið takjum átti hópum líka? Já. Við þó okkur finnst að vera svo yndislegt hérna, þá getum við ekki verið of eigingjörn á þetta, þannig að við leyfum fólki að koma líka. Jú. Við veitingastæðurinn okkar er alltaf opinn, sko, frá 11:30 til vera 10 kvöldin. Já, og þeir eru að leigja út hérna sal hérna líka, það ekki? Leigjum út salin hérna og hérna koma hópar til að fara í skýrgerðarkenningu, og við erum með gamla muni líka frá byggðasafninu og Eyrarbakka sem voru notaðir í skýrgerð og mjólkugerð í gamla daga. Og hann Gísli, smiðsnillingurinn okkar sem hefur hjálpað okkur við að setja upp veitingastæðin, hann sett upp skýrgerðin í gömlum stíl þarna inni. Já. Og það var allt notað bara úr gömlum húsum og til að skapa réttu stemminguna og hafa sem skemmtilega staðir. Já, svo kaffihúsið náttúrulega hérna algjör stæði. Má ég ætla þig? Já, mitt kaffihúsið hérna er náttúrulega alveg dásalegt. Hún Elva Dögg sér að sjá kökunnar hérna, þessar nallþórur sem eru löðrandi, fallegar og góðar. Já, algjörlega. Alltaf ferskar og ný á hverjum degi, sko. Já. Kæra þakki fyrir komuna, og við erum búin að njóta þess virkilega að vera hér í dag. Við ætlum að njóta þessi hálftími viðbót. Hvernig verður þú löglegur á 50+ landsmóti? Það er nú bara, 2,5 árið það. Já, þannig að þú ert byrjað að ræfa. Já. Og kemur sterkur inn í hvaða grein þá? Bollaliftingar. Bollaliftingar, já. Það er spurning hvort hann geti tekið það stígaleikasti, ég veit það ekki. Já, það er aldrei að vita.